Íslensk stúlka sem var á leið til Ítalíu sem barnfóstra uppgötvaði fyrir einskæra tilviljun að brögð voru í tafli. Foreldrar stúlkunnar eru sannfærðir að litlu hefði mátt muna að hún yrði fórnarlamb mansals. Alþjóðadeild ríkislögreglustjórar rannsaka nú málið í samvinnu við Europol og lögregluyfirvöld í Noregi. Hrund Erlingsdóttir tvítug stúlka frá Selfossi. Eftir stúdentspróf langaði hana til útlanda til að sjá sig og læra tungumál og fór inn á vefsíðuna Au Pair World til að leita sér að heimili þar sem hún gæti fengið starf sem barnfóstra. Þar sendi maður umsóknir til fjölskyldna og þau svara annað já eða nei. Þetta bara svona standardskilaboð og sendi þeim þessi fólki vegna þess að þetta hljómaði rosalega vel. Hvernig var þeirra auglýsing? Það náttúrulega bara kemur mynd af þeim, segir hvar þau búa, svo svona fjölskylduna. Þau segir bara að þau voru hjón, hún kennar og hann lögfræðingur með 2 börn og hún væri ólétt af tvíburum. Og ég bara nú, jæja, frábært. Og mér var sagt þá að ég ætti að vera með eldri börnin 2. Sem voru hvað gamlar? Hann var 6 ára strákurinn og ég held að hún hefði verið 14 mánaða þá. Og hún sagði að hún myndi vera heima, þannig að ég þyrfti bara að sjá eldri 2 börnin, ekki yngri. Ég bara já, frábært. Þess að þau borga betur heldur en samningurinn ætti. Þannig að gefið upp á þessari síðu hvað átti að vera með mikið í laun með við tíma. Þau ætluðu að borga þess betur, velstætt fólk og svona ég eitthvað frábært. Og á endanum náttúrulega sögðu þau bara að þau vildu ráða mig. En það hefði verið önnur stelpa frá Noregi sem þau hefðu verið að tala við líka en ákvaðist að ráða mig en ekki hana. Þannig ég var bara rosalega glöð. Þetta var daginn áður en ég hefði þurft að borga háskólagjöldin en ég var afar fegin. Hjónin sögðust vera búsett í borginni Pescara á Ítalíu. Þetta leit út fyrir að vera fyrirmyndar fjölskylda og vel efnum búin og sá Hrund fram á góða vist hjá þeim. En svo kom skyndilega í ljós að brögð voru í tafli. Ég fór í svona hóp á Facebook af því að ég vissi í rauninni ekkert út í hvað ég var að fara nema ég ætlaði að flytja til Ítalíu og ætlaði að reyna að finna einhverju hvort það væri önnur stelpa eða einhver í Au Pair starfi, þetta nú fyrir stelpur og stráka, sem væri að fara að vera á sama stað. Og setti inn fyrirspurn eitthvað, er einhver að fara að vera í Pescara, borginni, í vetur? Ég að flytja þangað í október og bara svona, athuga hvort það væri einhver. Og það ein stelpa sem svarar og bara, heyrðu ég líka að fara að flytja þangað í október. Kannski við getum hist og þú veist með krakkana eða gert eitthvað skemmtilegt og ég bara já, frábært. Af því að þú veist það gaf mér tækifæri til þess að kynnast einhverju og gera eitthvað skemmtilegt. Frá Noregi. Ég vissi það reyndar ekki strax og svo að því mér fannst svolítið vandræðalegt að hitta hana bara einhvers staðar á förnum vegi, hafði ekkert talað við hana en ég fór svona að senda henni enga skilaboð á Facebook og spurja svona hvað hún væri að fara að gera, hvað börnin væri gömul, hvort hann hlakkaði ekki til og svona. Og jú, hann hlakkaði jafn mikið til og mér, auðvitað. Og hún sagði mér að hún væri að fara vera hjá fjölskyldu með 2 börn, 4 börn, fyrir ekki. Og það væri 6 ára strákur, 1,5 ára stelpa og litli tvíburar. Og ég eitthvað, ok, það hljómar rosa svipað hjá mér, en þá sögðu henni að börnin væru fædd. En þau sögðu mér að hún væri ólétt. Þannig að, og ég spurði henni bara í veikri vonum hún væri ekki frá Noregi, spurði henni hvort hún væri þaðan og hún sagði að já, hún væri frá Noregi. Og okkur fannst þetta líta rosalega skringilega út. Þannig ég útskýri fyrir henni að þau hefðu sagt mér að væri önnur stelpa frá Noregi sem væri að tala við. Fannst þetta þarna orðið? Mjög skrítið, ég vonaði bara að þetta væri mjög mikil tilviljun. En ég sagði henni sérst að þau hefði sagt mér af stelpu frá Noregi en þau hefði alltaf ráðið mig í staðinn en þetta gæti verið misskilningur hjá annarkor okkar. Og þá segir hún mér að þau hefði sagt henni að vera önnur stelpa frá Þýskalandi sem þau hefði ákveðið sérst að taka hana fram yfir. Og við eitthvað nú, þannig að það gæti verið önnur frá Þýskalandi og fengu síðan nöfnin af fjölskyldinu, jú, þetta var sama fjölskyldan og fóru þá að skiptast á póstunum sem við hefum fengið frá þetta var bara sama dæmi. Mér datt strax auðvitað að væri mansal. Þegar ég vissi að það var búið að stefna 3 stelpum á sama tíma og það var búið að segja í ákveðin dag sem þau vildum kæmi og þegar ég vissi að allavega 3 ættu að koma á sama tíma þá datt mér huga að þetta væri mansal. Það var bara þess að flög fyrst í hugminn. Þessi spjallar sem þær voru að spjalla á, það er
hún svo fjölmenn að spurningin hennar fer mjög hratt niður skjáinn. Þannig að þetta var að vera gríðarleg tilviljun að þær skildu báðar sitja við skjáinn og svo norska skildi akkurat sjá spurningun hennar og svara henni. Og þær fara að spjalla. Verslun með fólk eða mansal orðin mikil plága á Vesturlöndum. Fórnarlömb mansals, aðallega ungar konur, fá gylliboðum góð störf í öðrum löndum en þegar þær mæta á staðinn eru þær hnepptar í þrældóm og oft á tíðum notaðar sem vinnuafl í kynlífsiðnaði. Hvað segir maður? Ef maður hefði komið hana og maður hefði bara verið sóttur, maður þekkir ekkert fólki, maður hefði verið sóttur, tekin upp í bíl, farið einhvert, þú heldur á sérst að fara heim til fólksins, svo ertu bara færið einhvert, framseldi eða hvað, maður veit ekkert og þú kemst ekkert í burtu. Og það sem mér hefur verið sagt svona mansal því ég aðeins búin að skoða þetta svona eftir það, að þá er bara að nota, elskari foreldra ekki, við vitum hver þau heima, ef þú ætlar að reyna að komast í burtu eða hvað. Við höfum nú einmitt verið að ræða það. Ef þetta eins og við höldum þá, mann hryllir svo við tilhugsuninni, þá værum við væntanlega út í Evrópu ykkur starf að reyna að finna hana. Því að eins og hún Erla sagði, þá datt okkur fyrst og fremst í hug mansal og ég veit ekki hvers konar spor þeir skilja eftir sem var eflaust mjög lítil. Þannig að okkur bara hryllir við tilhugsuninni ef hún hefði farið. Allavega lítur þetta svo illa út að okkur hefur ekki tekist að setja neina ljósa mynd á þetta. Foreldrar Hrundar létu fletta fjölskyldinu upp í þjóðskrá á Ítalíu en þar fjölskyldan ekki til. Og við vitum að þessi leið notuð, þessi au-pair-leið notuð og þetta voru auðvelt fyrir þá sem ætla sér að gera eitthvað svona að fá ungar konur eða stúlkur sem ungar stúlkur langar í ævintýri, langar að prófa eitthvað nýtt og þær fara á stað og í svona ætla að vera au-pair og þetta voru auðvelt og markari, maður má segja það og maður veit að það notað og þeir sögðu okkur í lögreglu að þetta notað. Hrund og foreldrar hennar kærðu málið til alþjóðadeildar ríkislögreglustjóra og stúlkan frá Noregi kærði málið sömuleiðis til lögreglu þar í landi. Hvað hefur komið út þessu hjá lögreglunni? Ég talaði við þá daginn og þeir sögðu mér að þetta hefði farið til Europol. Við vissum það að norska lögreglun ætlaði að gera það sama. Við höfum ekki mikið fylgst með því. En okkur var sagt þó að þetta mál var í gangi og þeir væru að skoða þetta. Ég vona sannarlega að það verði eitthvað gert í þessu því að við lítum á þetta mjög alvarlegum augum. Og ekki síst ef þetta nú kannski leið sem að þessir prelátar eru að fara inn á. Því að það gefur auðvitað að þetta mjög opin leið. Þetta eru stúlkur á réttum aldri. Þetta galopin síða, au-pair world til dæmis. Það ekkert eftirlit. Og hvað vitum við hvað margar svona fake síður til og hvað margar íslenskar stúlkur að skoða þetta akkurat núna sem að láta kannski glepjast. En nú ertu komin í au-pair stöðu og mjög það ekki heppin með þannig að það alveg hægt að gera þetta á öruggan hátt. Það hægt að gera þetta á öruggan hátt. Ég held að málið sé bara að vera svolítið skipulagður, spyrja spurninga og ekki, ef það eitthvað sem segir að eitthvað sé ekki í lagi, að bara bakka út úr í strax og einmitt bara heyra frá fyrrum au-pair krökkum. Það sem sannfærði mig að fara til fjölskylduna sem ég hjá, að ég komst í samband við stelpur sem var hjá þeim sem íslensk og gat fengið svona upplýsingar þau.